Já, komið sæl og verið velkomin í... Við erum löngu byrjaðir sko. Eða? Já. En við skulum samt kynnan. Farið karakter. Episode 7. Yes, 7-11. Yeah. Sem ótrúlega vel gert, by the way. Við vorum að taka upp í gær, þetta fyrsti back-to-back þátturinn okkar. Hækka þessu, svo ég heyri meira þessu. Já, sorry. Til þín Davíð. Nice. Þetta fyrsti back-to-back töku það sem við erum að taka upp. Já, tókum upp líka gær. Þetta fyrsti bara dag eftir dag dæmi. Já, back-to-back. Og við ætlum að halda áfram að taka núna back-to-back. Bara eins og lengi og getum. Í 2 mánuði. 60 þættir. 60 þættir á leiðinni. Ég er mjög ánægð með ykkur, út af því að líka við svolítið skuldum. Ég var að slaka á þessari viftu sem í Allt í góð. Við skuldum eiginlega við skuldum nefnilega alveg. Þú veist, það var alveg 10 dagar sem við vorum ekkert að skjóta og höfum ekki tíma og bara alls konar í gangi. Þannig að gott að við séum að vera extra productive núna for the close friends. For the close friends? Já. Akkur segir þau tvisar? Út af því að þau eru close friends af close friends. Fattar ekki? Jú, bara skrítið sko. Vorum að tala um þetta í gær, mennstu? Já, ég veit að ég bara alltaf ekki skipta mér af, en ég myndi segja bara for the close friends. Ekki bara að kalla þetta close friends? Nei, við erum close friends. Þau líka? Já, þau eru close friends of the Close Friends podcast. Við erum öll ein heild. Já, the Close Friends team, the Close Friends family. En já, sko, mér langar að byrja þetta podcast á að... Ég var í kötter, hvernig finnst þér? Fyndi, ég var líka í kötter. Oh shit, og beint með húfu bara? Já, út af því að... Þetta var út? Já, frekar, nei. Ég bara nefndi ekki að greiða mér, sko. Þannig að bara beanie fyrir þáttan í kvöld. Fair. En þú út samt... Er ekki þín klipping? Er það ekki bara að taka hliðanar og svo... Jú, ég er alveg fárólega þannig að ekki neitt feitar eins og ég bara skafar á hliðinni eða. Það er bara eins og ég gerði við í Mykonos. Já, nákvæmlega þannig. Er klippið þín eitthvað öðruvísi? Er það eitthvað fitta í toppnum eða? Nei, lítið sko, bara þinna. Ég er náttúrulega með smá afró sko. Já, einmitt. Það þarf alltaf að þinna vel. Ég fyrir tökja hana fresti út af því að það verður svo puffy sko. Já. Ég er bara komið hjálm á hausinn eftir 2 vikur. Já, og þú ert líka með fyrirfram eitthvað stóran haus sko, þannig að það er ekki alveg að hjálpa. Þú veist, ég er enda með snjóbreytahjálminn heima sko, og það er alltaf svona áminning fyrir hversu stór hausin er, og því að þú er búin að taka alla púðana innan í, út af því að hann passa ekki alveg á þig með púðunum. Og þetta er þess að hjálminn til að byrja með sko. En eins og í den sko, þegar ég var að safna hári, þá var ég ekki með þegar ég bjóð á Hverfisgötu við Stráknir, þá var ég að safna hári og var ekki raka hliðarnar. Þá þurfti ég alltaf að setja á mig bara eitt styrsti og setja bara með húu, bara í svona 2 klukktíma, bara til þess að halda hárinu niðri. Já, einmitt, annars var þetta er bara afro, þú ert í rauninni bara með afro. Semi sko, og ef ég er ekki með gel þá er ég með afro sko. Davíð, maður ekki að henda vassar í 2 strákana líka, ég er ekki búin að drakka nóg mikið vatn í dag. Næp, en City Boys, yeah! Ég er náttúrulega að læra að taka hérna sko. Takkanir voru góðir í síðasta þætti sko. On fire. Þeir voru ekkert eðla fyndið sko. Já. Fyndið, en ertu með einhver myndaðir sem þú ert bara með the afro eða? Já, ég skal senda, við skulum púla upp sko, en heldur betur. Ertu með hann okkur í símanum eða? Já, viltu ekki græja núna bara snöggvast meðan Davíð er að... Herru, opna hennar beint. Ég opnaði síman og... Pornhub. Já, og Svala Kali. Já. Mér finnst það fyndið, ég ætla að sýna ykkur myndina og það getur bara að láta hún poppa upp hérna. Let's normalize real skin texture. Já, og þetta er bara að mynda henni no makeup. Ok, smá grilla að segja let's normalize, en á skoður Instagram hennar þá sérðu valla hver hún er. Þetta er svo mikið þetta myndir sko. Já, en er það ekki þá hún að endurspegla hvernig henni líður með þetta skilu? Hún er alltaf ógeðslega máluð fyrir press til að vera og þá er hún loksins að sýna og henni langar að normalisa hennar vegna. Það er ekki normalise sem hún postar einni mynd. Þú þarfst að vera að normalise það, þá gerir það venjulegt, ekki bara eitthvað, einni mynd bara normalise. Já, ég skil, þetta er mjög góð punktur. Þetta er típist influencer shit, eitthvað clout. Mjög satt, en hún verður að byrja einhvers staðar og þetta er kannski hún að byrja það ekki. Þannig að mér finnst við getum ekki óharðið við hana, þetta væri meira... Þetta er svona bara í story sko, þú postaði þessi ekki. Hey guys, því miður datt hljóð og mynd úr á þessum tímabóti í podcastinu, en ekki takt að gera því annað en bara halda áfram, þannig að það vitið að því. Annar klúbbur á Monkey House, í London sem heit Monkey House. Já. Hafa skita, við fórum með mitt, þau náttúrulega elska líka að taka svona túrista svona vel í ES-ið sko. Þegar við byggðum öllum að fá skota borðið, bara að byrja, fá okkur bara borðið og fá okkur tacos og næs. Og einhver stelpan biður að fá skot, en einhver segir 1952. Já. Hvað kostaði það? 4 skall stykki eða eitthvað svona. Bara skotið. Og við vorum alveg svolítið mörg hana. Það er kannski alveg viðjandi, já. Já, og
En það sem að við fokkuðum upp var það að við vorum allt kvöldið að panta skot og allt kvöldið voru að fá 1942 fucking og enginn okkar vissi og við heldum líka að þau var að dæli okkur inn á milli, þetta var eitthvað svona allt í einu voru búin að bonda við eigandananna og hann átti að vera að dæli okkur skotum en þetta var bara, við leiðum ekki meira skota og við bara, jú Fuck og þá varum við bara að borga fyrir þetta allt Já og þá náttúrulega þarf ekki nema bara við erum einhver sexa, ég man ekki hvað mörgana einn bara vera bara, hei skot og þá bara komaði með bara 40 skall Já eða 30 skall eða eitthvað það bara every time Já Shit, Og var þetta reikningurinn með endaði. svæp eða? já, reikningur endaði líka 300 skall eða eitthvað út að borða sko já Shit. en þetta var samt worth it 300 skall það var fucking gaman á þessu monkey aðstóti en Já að fara á klubbinn, það var bara, við vorum einhverju hotni með einhverja fucking hálfan fermeter af borði með fullt einhver blandungum drastla og vorum bara fyrir fólki annað sko Já Shit. já, það þarf að drekka til að gleyma það ætlar að vera á þessum klubbum finnst mér Já Já, var ekki nökkur félag bara að hella ráði með ykkur? jú, hann var með okkur á monkey hann var ekki með okkur á hinu klubbunum sko Nice. aha jú annars bara feskir það Já, mér finnst, mér langar að segja, veist, þetta er svo steikt með London sko og skemmtist það hana. Ég er bara svona, I don't get it, skilju. Og það er svona, ég fíl líka smá menningur þetta heima út af því að ef þú ert með stað, þá þarftu að hafa fólkinu á þínu stað. Þannig að þú ert ekkert eitthvað, nei, bara fólk sem kaupir flöskuborð kemur hér inn og svo er það bara eina stemningin hann inni. Þú veist, það er allir að berjast við að fá fólki, skilju. Og svona, ef ég hugsa núna, þá finnst mér Lux vera eiginlega að fá flesta fólkið inn, skilju. Mér finnst alltaf vera tróð og stemning þar þó að, þú veist, hópurinn þann inni sé tiltölulega fjölbreyttur, skilju. mjög fjölbreyttur já, ég er alls sammála Þú veist, mér líður eins og Otto, skilju, og Otto þá er sama liðan og það er sama lið að fara á Otto, skilju, og það er alveg, mér finnst vera að það er komið svona designated hópur af fólki, veist, ungum krökkum, veist, háskólanemum, veist, bara young people that are partying, en svo finnst mér Lux vera það er annar hópur þar sem er líka Já, þetta er Club of the People, sko þú veist, og það er alls konar, já, við svona, það er svolítið fyndið að spáði, klúbbamenningin heima er svo allt öðruvísi og það er svona svo skrítið fyrir okkur sem Íslendinga að fara hana í London og bara sjá bara 2 rist og flöskuborð, einhverju gellur í kringum einhverja 5 gaur og það var stemningin, svo allt annað tóm. Já. Þú myndir aldrei sjá þetta heima á Íslandi, þú veist, það væri ekki að halda sig uppi svona, skilur. Nei. Þú veist, flöskuborð hérna, þú veist, flestir eru bara, já, ég skal gera díl, bara 40 skall, eitthvað, þú veist, þú reyna að selja þetta á 180, dýrustu borðin 100 skall ég er að segja það, sko. Og veist, ég held að já, einmitt, þetta er svo steikt sko. Þetta er líka bara eitthvað háskólafólk sem er að reyka klúbuna hérna heima. Já. Eða ekki sem að reyka, sem er að borga upp þessa klúba. Já. Bara eitthvað fólk sem við, skiljið. En úti, þar er þetta bara einhverju ríki túristar sem er að koma. Já, einmitt. Og þegar þeir koma hérna heima, það er bara jackpot. Þess að ég var að vinna á B5 í gamla dag, bara gamla góða B5. Já, þú ólst upp eiginlega á B5 sko. Ég er bara... Þeir eru meila að tala svolítið það. Ég fættist þar inni, sko. Þar var, skiljiru, bara svona alltaf, það gekk náttúrulega fucking vel þá í gamla dag, bara fyrir COVID, B5 var bara shitið alltaf. Já, ég var alltaf á B5 sko, það var fucking geggjast sko, það voru líka bara allir að það, skilju. Já, þetta var bara, mér leynst að það væri bara the club. Þetta var the club sko. Já, og það var einmitt bara svona, kom fullt einhver svona gæmi svo við sem er bara einhver útskjáðast, einhver ammæli, allar flöskuborð. En það var bara svona til að halda hann uppi, svo kom inn á milli þessi túristar sem var bara, hendur bara 1 milljón á borðið, skilju, bara ætla að fá hérna eitthvað skemmtilegt sko. Og það er kannski bara, þú veist, og það er kannski ekvivalentið á allri veltunni á það kvöld, fattar þau? Það borgar bara leigun út mánuðin, skilur. Já, pæltið maður, það er huge. Já, einmitt, og þú veist, hvað var kannski mikil velta? Var það kannski 500.000 til 1 milljón á góðu kvöldi hjá B5, skilur? Nei, miklu meira sko, veist, veit ég hvað sem ekki má vera að negla veltanum út hérna sko. En þetta var... Hvað, heldur að B5 sé ekki á gangandi núna? Nei, þetta var alveg yfir 2 milljónir sko. Já, það, bara kaupa drykki og flöskuborð. 8 dagar í mánuði sem þetta gengur, sko. Nei, ég er að tala um bara yfir daginn, þú veist, ef 1 kvöld. Já, ég segja skilust, það eru bara 8 kvöld í mánuði sem B5 var opið. Já, ég sé. Það var föstudagur, laugardagur. Ok, þannig 2 milljónir á kvöldi, var bara á góðu kvöldi hjá B5. Já, eitthvað niður. Ó, það er fucking vel gert maður. En já, þannig þegar svona stór túristi kemur, þá er hann bara 1/3 af allri veltunni yfir kvöldi þá væntanlega. Sko, já. Það er svolítið magnað, sko. Líka úti, þá þurftu svona svolítið að berjast fyrir að fá drykk, sko. Að fara á barinn eða eitthvað. Shit, það var náttúrulega bara stríð, skilji. Það var útrætt, ég gleymi ekki, sko. Þegar fórum til Hers og Nissos, það var þetta veisla. Það var geggjað. Ég fílaði það þegar fórum hana út að borða eitt kvöldið. Var ekki Hers og Nissos? Jú, Hers og Nissos. Hers og Nissos? Nei, Mykonos, minni, sorry. Mykonos, já. Hers og Nissos er fucking útskiptaferð.
Byggja leika drasl. Já. Ég alltaf útskjöldufærum, sko. Já, þegar við vorum á Míkó, Það var quality, það var líka nice, þetta var fullkomið. Já, vá, Míkó var alveg einstakt, sko. Út af Þetta því var alveg bara alltaf bara svona hvíti, svona þröngir, svona gangar úti, hvít hús og bara klúbbur eftir klúbb eftir klúbb eftir klúbb og bara svona stemning út á götunni og bara hlýtt og Þetta er stóru klúbburinn sem við reyndum Já. að henda út annað seinnaskipti sem við reyndum að tróka inn aftur. Var eitthvað hent út? Já, Glemma það. þú fórum frá aftan, það var búið að loka, hætta hleypinn og við Já. vorum farin út og ætlum að koma aftur Já. og þetta var bara besti staðurinn, Já. þetta var fucking nice, þetta Já. var Þú þetta veist, var þegar fallegt. Gjalla var dansandi með vængin á það. Já, og nei. Fyrsti þar sem við fengum okkur hambúrgar og við ætlum að borða og Matt var Matt var komið með eitthvað skvísa á hana sem var svo turned out to be a hóra. Nei, hún var það ekki. Jú, hún var það sko. Hún var það ekki. Hún vann ekki við neitt og var bara eitthvað í Mykonos að chilla. Nei, Jú. það er ekki rétt. Alla hana. Hún var á hótel alltaf með vinkonu sinni. Nei, þú ætla að ljúga. Nei. Ok. Hvernig er ekki að bara hold Matt accountable sko. Jú, þetta er einhver, hann heitir nokkur Íslendinga. Já. Nokkur skvísur. Já, einmitt. Við þurfum eiginlega svolítið að tala um það, sko. Já, en við höfum aldrei talað um það. Ég held ekki, sko. Ok, félag okkur Ástralíu kom. Já, Ég betur, held erum við búin með Míkósur? Við tókum þetta með hana Tucker, við erum búin að tala um það. Já, við tölum um þetta En- þá. Við leiðum svo um Já, þessi klúbb var svo fullkominn og það var svo opinn. Þú fórst inn í klúbb, inn í hús, en svo labbar aftur út og þar var bara komin Já. bara kassi, fólk standið upp á borðum Já. og það var bara allir í svona hvítu og þetta var bara sumar. Það var svo, Nice. þetta var svona smá Já. íbísi feelingur nema fínna. Gauir, Míkó var skemmtilegt. Hvað, við sendum þarna, bara ákveðum að skella ykkur út bara með 2 daga fyrirvara. Já. Og hvað, það var 3 daga mission, ekki? Og Víkingur, okkar maður, græði eitthvað villu líka. Tjús, veistlega það. Það er Ice Viking, hann á Lux og Já, við skulum fá eina mynd af, eða bara vídeo af viljunni hérna. einhverja illa sexy Myndavídeó mynda bara hérna Víking snöggvast. líka. Hvað sér ég? Einhverja fárlega sexy mynda Víking líka. Já. Já. Þessi hann, já. Shit, hvað hann er sexy maður! King Viking, sem er bæðið með eigandi Lux. Já, það segja. En alla hana, bursið frá klúbbunum, við erum bara að tala svo mikið um klúbbuna, en við erum líka klúbbaperrar, sko. Já. Sáu þetta 203 stunguna, Já. Ha? það er búið að dæma. Já, er komið úr því Já. máli? Nei, býtu, þetta er fyrir utan hérna 203. Já, hann var að segja. Já, sorry, varst það, já. Shut the fuck up. Býtu, ánum ferningra. Gefðu fólki kontext bara fyrir þá sem vita ekkert um Ok, þetta. það var gæði sem að, fór á 203 með skrújað fyrir utan og stakk á allir sér þetta myndband. Já, Það var- stakk um gæði baki og það var myndband af því sem var byrt á neti. Já, hann fekk semst fyrst í héraðið eða eitthvað svona, hvað sem það heitir, Héraðsdóm. 2,5 ár, já. 2,5 ár fyrir að stinga motherfucker sexinum í baki. Já. Út af því að þetta var ekki eitthvað svona, Með skrújátni, sko. já, þeir sem sagt gera þetta ekki sem manndrópa gáleysi. Þetta er ekki, það fjall niður, bara, hann var ekki reyna að drepa hann. Pældi því, hvað það er fucking galið. Já. Að þú stingur eitthvað sexinum með skrújarni, Já. að íslenska réttarkerfi segir, nei, hann var ekki reyna að drepa hann maður. Sko, ég þarf að fá að vita nafni á lögfræðingurum, sko, því að það skilur fucking doing his Ég er job. að þannig að gæða núna, sko. Nei. Hvað heiða bóttið, Andri, hvað heitir hann? Andris, nei, hvað heitir hann? Fuck. Já, næsta. Já, ég veit sem við tala um. En ja, þetta endaði svo að Hæstirétti eitthvað í 5,5 árið. Og hinn félagina sem með honum fekk 3 mánaða skilorðsbundinn dóm. Sem var með honum? Já, þeir voru 2 að lemja hann, 1 var að lemja hann, hinn var að stinga hann. Og þetta er einhver bara young cats, það ekki? Ég veit ekki hvað gamlega, ég held að það sé bara 24 eða eitthvað neitt. Ok, það er samt ekki 25. það young. 25? Ha? Hvað gammal ég? Ég held að það var einhver 19 ára... Nei, Ú, nei, 25 allir homie, með sko. fokkin skrújað núna, sko, það er shitið, sko. 25 ára gæði með skrúði átt? Gang, motherfucker. Bærin hefur changed, sko. Ég man the good old days á B5 þegar vestar sem gerist því að þú varst bara lamin í stöppi og svo bara varstu með glóru og kannski vestarlagi brotin nef, þú veist, daginn eftir. Já. I miss those days. Núna er þetta bara the level of violence has risen, skilur, og I get it, skilur, það hlutinni þróast þannig oft, sko, sérstaklega þegar það er, þú veist, þegar hópar verða stórir og þeir eru svona allir með, Það eru klíkur og hvað já, eitthvað svona klíku sétt, sko. Þetta er að, við erum að breytast núna bara eins í Norðurlöndunum. Það er bara fyrir að, Já, þetta er svolítið London sabbing vibe, sko, já, ekki gott, sko. þetta er hreikrætt. Og pæli, ok, hann er að fá hennar 5,5 ára eða eitthvað. Hann mun sitja inn í svona ár og muni í, ég held að vera desember, einhver gæja á Akureyri Já. sem var að rækta vít og hann fekk 15 mánuði í jailinu fyrir að rækta vít. Hann að rækta Já, þetta er basically eitthvað organic já, einmitt. type shit. Einn gæðin er að stinga hinn sexinu með fokkin skrújarni. Já, þetta er insane, sko. Þetta er bara sami dómur. Þeir eru báður að fara að sitja inn í svona ára. Já, það er quote hérna, sko, frá lögfræðingnum, eða hérna, sérst, það er sagt, sko,
á sama tíma hlustar hann á annan þeirra að segja að árásarmaðurinn hafi ekki gert sér grein fyrir að hann væri kannski að fara að drepa hann. Kannski. Já, en það þarf mikið afl til að stinga í gegnum svona fóðraðan gallajakka eins og hann var í gegnum skinnið á honum 6 sinnum eða oftar. Jésús. Fæli, í gegnum gallajakka með skrúfjárni, sko. Það Þú veist, ef þú ert að gera það, þá ert að reyna að drepa eitthvað, sko. Já! Ég var hrættur, sko. Að þau eru að kontesta það, skilur, hann hafi ekki. Það dómari var bara eitthvað, já, veistu, þetta make a sense. Já, stakk hann bara 6, þetta var ekki 20, skilur. Þá þetta ekki tilvændi manndráps. Shit, maður. Þetta nuts, ég bara sjokk. Skilur, þú ert með tæpar degi ef hann fer í stinguð einhver villum stað, sko. Já, bara lungaði eða eitthvað, sko. Veist, hitting vital organs, maður, shit, maður. Wow, ég fær bara hrótt að heyra. Finnst okkur við hefum henda mannin í jailið í 16 ár? Hei, þú veist, það er nefnilega máli, sko, maður veit ekki, hefur hann brotið af sér áður, skilur, hver er staðan á honum, var hann bara undir áhrifum, skilur, hvað er, allt kontekst hérna skiptir mig miklu máli, en, þú veist, ef þú bara, hvað sér ég? Henda hann með bát til Færeyja eða eitthvað, sko. Já, einmitt, en þú veist, svo er það líka bara svona, þú veist, hei, þetta er nefnilega máli, mér finnst ég verið ógeðslega góður stöðu til þess að tala þetta og því, þú veist, Þú er coming from the streets. Já, ég var algjör hundur því ég var svona 16 til 19 ára, þá bara fór ég niður í bæ til þess að slást og ég var algjör horrengla, gett óöruggur og eina sem ég var bara sækist eftir viðurkenningu, mig langaði að vera bara þú veist, ég var bara algjör fáiði, skilju. Og þess vegna veit ég ógeðslega mikið hvernig svona strákum getur liðið, reyndar þessi maður 25 ára, sko, sem er eiginlega minni afsökun, sko. En þú veist, ég þroskast mjög fljótlega upp úr þessu því ég var tvítur og bara árun upp úr því og það bara, þú veist, gjör breytist lífið mitt. En þú veist, þannig ég veit rosa mikið hvernig mannesku sem gerir eitthvað svona getur lið og bara hvar þú ert mentally, sko. Þannig að þú veist, og eins og ég hætti þessu, þroskaðist og gerði síðan eitthvað við lífið mitt, skilju. Ég ætlar að mamma segja mér það. She's lying, bro. Og þú veist, þannig að ég vil meina að þú veist, þó að einhver einstaklingur eins og þessi strákur gerði, þú veist, there's a way back, sko. En það febbra eftir, ég þyrfti að sjá sjálfur og bara, þú veist, til að geta tjá mig þá þyrfti ég bara að sjá bara, ok, hver er staðan á núna, er einhver möguleiki á comebacki, skilju, í samfélagi og vera, þú veist, stand-up citizen, skilju. Og þess vegna eru dómarar, skilju, þeir eru í þeirri stöðu til þess að geta sagt til það, sko. Já. Þannig að ég get ómögulega sagt til það, en þú veist, hei, ef ég get gert það, þá geta aðri gert það, skilju. Niðurgreiða sálfræðiþjónustu and we good, sko. Þú veist, bara græða fucking sálfræðitíma á alla þessa stráka. Taka á snemma, guð blessi á, sko. End of the day snýst þetta ekki einu sinni sálfræðiþjónustu, þetta snýst bara hvernig er baklandið þitt, skilju. Ég er hinum með öllu refsaðum, sko. Ég vil klippa þeim til hann eða second strike, klippa til hann, third strike. En second strike, það klippa eitt stað og svo er third strike hit, sko. Það mátt ekki fjölga þér, það er fair líka. Já, hegi. En oft líka, oft þarf einhver svona algjör lágpunktur, bara low point, til þess að manneska breyta sér, skilju. Þannig að það gæti verið eftir þetta að hann bara breytist eða hann fyrir jaili og verður bara ennþá verri, sko. Það er svo leiðilegt, maður, þú veist, þetta er bara svo dark staðar að vera og ef þú ert að eyða kvöldinniðinni í að virkilega stinga einhvern motherfucker með skrúð, þá ert þú, bro, get out of there, try and fix your life, því ég get lofa því að hamingjan er ekki að það, sko. Get out! Get out! Yes. En, já, úst, minnst það töff, sko. Damn, þetta er erfitt, sko. Heyri, strákar, það er verkbann á alls konar fólk og líka olíu bílstjóra og bensín er að klárast. Ég var að heyra því. Er það klár? Já, það er updatein á olís.is, það er fyrsta fréttin á olís.is, þar getur þú séð fylgst með byrðastöðinu á bensíninu og það eru nokkrir staðar sem er byrjað að koma rautt, sko, þannig að það er búið á, þú veist, til dæmis Fjarðarkaup er búið, það er búið í Norðlingaholti, það er búið á, í Álfheimum, það er búið í Ánanaust, skilurðu? Ég fór á benstöðin daginn því ég var að fara á Borgarnes með pabba mínum og hann fór á benstöð og þá tómt og fór á aðra dælu þá tómt, ég bara holy shit. Megnið að þessi er rautt og gult þýðir að það er alveg að klárast. Það ætla að fara að fylla bílinn eftir. Og það er helgin að byrja og í byrjun næstu viku það verður vandræði, sko. Hvað gerist í samfélagi? Hvað ætli gerist? Hafið þið séð The Last of Us eða? Það er nákvæmlega sem er að fara að gerast. Fólk er sveppa sjúkdómur að fara að breiðast út og breyta fólki í zombies. Já, ég held að það verður svona gaman að sjá. Það verður smá anarchy, skilu, því að þú veist, heimur rennur á bensíni, sko. Það er eins og COVID að fólk fara að trillast yfir eitthvað klósettpapír og eitthvað. Já, maður, þetta er ekki tjókið, sko. Það áttur að vera bara að það verði ekkert bensín í nokkra vikur, sko. Það verður bara að hrista upp í fólkinu. Smá gaman, sko. Við líka allir á Teslum. Þið á Tesla, ekki ég, sko. Konan á Tesla, sko. Ég er á massífum bensínu, sko. Það verður ógeðslega fyndið að sjá götuna og svona. Það verður bara fucking Tesla. Og Nissan Leaf, nokkur inn á milli.
Það verður fucking gott. Það verður svona Davíð, á þig. Get out! Get out. Get out! Nei, en það verður svona, ég hef alltaf, mér langar að koma þegar ég á lífi, einhvern veginn svona zombie apocalypse. Saman hvort sé bensín apocalypse eða vass apocalypse. Já, bara út af því að maður áhugaðsamur að sjá how fucking crazy shit will get, skilur við? Þó svo það myndi alltaf enda því að það er bara, þú veist, Kim Jong-un, hann myndi bara sprenga ykkur öll upp og taka þetta vatn, sko. Kim Jong-un? Ég man ekki alveg hvað hann heitir. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kóngurinn. Já. King Jong-un. Já, þetta myndi alltaf, mann er líðurist að sé, það myndi vera eitthvað svona crazy shit og gaman að svona, það var bara challenge. Ok, strákar, sko, þú veist, það er að lenda í svona krísu, heimskrísu sem allt verður að fara í fokk, sko. Þurfum bara að horfa til Austur-Evrópu, sko, hvað er að gerast, það er bara stríð í Úkraínu. Þú veist, það lukkar eins og fucking hræðilegasta shit nokkuð tíma, Kjarnin á því, það er talað að kjarnin á því er orkan, sko, þeir að berjast orkuleiðslu, sko. Já, það er bensínkrísa. Já. Já. En það er ekkert meira til að segja það, ég heldur sem bara búin með það. Talandi The Last of Us og þætti, mér langar svo að tala við ykkur sjónvarpsþætti, út af því að nú nýlega er ég búinn að horfa á þætti sem heita White Lotus. En ánum fyrir það langar mér að tala, eru þið að horfa á Last of Us? Já. Nei. Ok, Arnar, þú verður að horfa á þetta, sko. Ég er ekki duggir, þetta er náttúrulega, eins og margir vita, þá er þetta sjónvarpsþátt sem er byggt á tölvuleikjum. Og þessi þættir eru bara vinsast þættir í heiminum í dag. Yes, sir. Og djöfull er það góður, maður. Fucking góður. Já. Arnar, af hverju eru ekki kíkt á það? Bara slagur, sko. Er það bara Love Island hjá þér, eða? Nei, ég þólaði ekki. Jókelska. En hann að nei, ég bara er ekkert mikið að horfa þætti. Ég horfa bara alltaf á sömu myndinar. Jaha, ertu svo típa? Það sem er það fokkin leðilega, sko, ég bara nenni ekki, það er alltaf heldur saman drasli. Þú horfa alltaf á Hangover 1, Hangover 2 og Hangover 3. Nei, ég er búin að horfa á Deadpool núna svona 15 sem í röð, sko. Það er besta mynd í heimi. Deadpool? Já, það er eins og fokki finnar, sko. Rútína þín á að horfa á skemmtir, svo fyndin, Arnar. Þetta er bara Avengers. Já, þetta er bara í Marvelinu. Nei, það er bara ég er með Disney og ég er með Netflix, alltaf saman shitið hana. Ég horfa á alltaf nýjast sem kemur svona oftast. Já. Ekkert meira en það, sko. Já. Ég er enda með gott tricks, þið farið inn á watchseries.ed. Þar getið hort bara hvaða mynd sem er. Já, það er næs. Ekki máli, verð ykkur góðu. En mér langar að tala við þig, Davíð, White Lotus. Ó, já. Og Arnar. Já, geggjað. Andra tjekkar að þú tölum um ykkur þætti eða bímyndir. En mér langar að tala um þetta út, því þetta er öðruvísi þáttur en ég hef séð eiginlega einhvern tíman áður. Og þetta er í rauninni bara, mér finnst það vera algjörlega uník þættir, því að ekkert gerist í þeim en allt gerist. Já. Sem þýðir að, þú veist, premissið er ekkert spennandi en hversu vel þetta skrifað er insane. Og, þú veist, þetta er, þú veist, þú tala mjög mikið um þetta og ég man eftir í Davíð að þú veist, þegar við vorum með skíðaferðinni í Akureyri, þá varst þú alltaf að segja bara fólk er bara að reyna að vera, veist, fólk er bara að reyna að gera sér besta, skilju. Og þegar, þú veist, ég fann bara hvað þessi þættir voru búin að endurspegla bara þitt mat og þitt álit á fólki. Já, það gerir það, sko. Þetta er bara fólk að vera fólk. Já. Og maður tengir svo mikið við þetta er svo ógeðslega hrátt og náttúrulegt eitthvað. Já. En mér langar samt að The Last of Us. White Lotus. White Lotus. Ég mæli með, sko, ándjóks, horfðu á þetta með Þóru því eftir að elska þetta, sko. Þetta er insanely vel skrifað. Það er ekki hægt að lýsa þessum þáttum. Ef maður lýsa þeim, þá hljómar það bara svo fucking ömuleg sería, sko. Já, þetta er alveg bara, veist, þetta er ríkt fólk í rauninni á fínu hóteli. Þú veist, það er basically premissið. En bara það sem gerist þarna er bara fucking, þú, sko, Arnar, þú ert eftir að elska þetta. Já. Ég er ekki djókir, ég skal staðfesta við núna, þetta verður bara eitt besti þátt sem þú ringt svona hort á, sko. Þetta er fucking interesting. En mér var svo fyndið að tala við þig, Davíð, því að þið vorum að tala um, og því ég og þú tölum bara the human condition ógeðslega oft, sko. Og þú varst að segja bara, já, veist, þú varst alltaf að segja bara, já, fólk er bara að gera sér besta, bara, við eitthvað hérna. En málir, mér langar samt að koma, veist, núna því ég búin að horfa á þættina, og get ég svona aðeins komið, kannski, hinn pólinn á það, veist, að fólki sem þætti er highly dysfunctional. 100%. Skilur, og það að endurspegla the human experience finnst mér vera ekki nákvæmt, skilur. Það er fullt af fólki sem doing it the right way, en fólki sem þáttum hefur, veist, mjög relatable vandamál, en alveg high level, sko, example. Þetta er í rauninni ýkt útgáð af vandamál sem eiga sér stað hjá öllu fólkinu, en þetta er samt mjög ýkt útgáð til þess að það sé skemmtilegt til að horfa á. Já, komin á, þú veist, alkoholisma, framhjáhald, bara fíkn og bara
allt skilur og bara efnisíkjuna og allt þetta Kynlíf. skilur, já. bara allt Þeir snerta á bara allt sem tengist því að vera mannvera sem alveg brilljant, sko. þetta það sko Já, ég ætla að hoppa hans heim, ég heyri ekki það smá. Já. Nennu að horfa á hann og fyrir næsta þátt, þá getur við spjallum. Mér langar að heyra hvað þið finnst það, sko. Já. En allavega fyrir það sem að hlusta að horfa, ég mæli með tune in, check á þessu. Þetta er á HBO, getur Já. hótt á Sjómar Simons. Þetta heitir White Lotus. Þetta er alveg, þeir eru magnaði þættir. Ég mæli með eindreið með allir að horfa á, sko. já Sjómar Simons. Sjómar Simons. strákar Tommy Fury og Jake Paul eftir viku Shit. Ég er það til að, ekki eftir viku, það er bara eftir 2 daga, kallar mig. það Já, sunnudaginn. Það er ég Já, það er á er ég sunnudaginn. trippin En Já. þegar þessi þáttur kom út, þá er bardaginn búinn, þannig að oh shit what's your bet? Eða, ég er neða að klára. Ok, Björnsín. Mjög. 27 oh shit þetta er bara fucking sunnudaginn Þetta er klukkan, já. En hver tekur þetta? bro sko Tommy það er langmest að pressa á honum sko Já. en Jake Að það he's got the fire in him sko Jake verður svona shut down ef hann tapar þessu, því hann er búinn að vera berjast við svona fullt Alveg af 100% drasli. sko. Svo núna, Já. loksins alveg boksari, ef hann tapar núna þá er þetta bara já en ég held að Jake geti náð til hans í hausnum sko Já, tekið hann þannig sko Jake er náttúrulega með mentali yfir. þú þarf í rauninu bara eitt gott róttök og það er komið sko Satt. hann sann Tommy er miklu massari, er búinn að sjá það? Hann er auðvitað Já, massari. er já náttúrulega vel þeir byggður verða svona jafnþungir sko þannig að þú veist massin á þeim mætti ekki að vera mikið öðru sig og Jake hann er slagsmála hundur sko þannig að hann ætti alveg að geta tekið Hann eitthvað er líka búinn að vera að vinna gauðra sem eru alvöru fighters, sko. já Þannig að það verður MMA ekki bardamenn og eitthvað svona en þú veist Já, boksarar er bara allt annað lík Ekkert sko. MMA bardamenn, þetta eru MMA fyrirvændi champions, Já. all time great Ok, champions, ok, skilur þú. Ok, þeir eru byrjum með Jake Paul þá. eru geggjaðir strikers. Maður verður Þetta bara að eru hugsa- bestu strikers í heimi. þetta er á svona tímabili. 35 ára retired Nei, 45 ára, sko. já 45 ára retired gauð sko þú veist það er alltaf hann power heldur en 28 ára gauð skilur Já, Man in his prime. satt, en þú veist, já, sem er alveg góð bútt, en það er líka það sem hann er klár með, skilur, hann er að fá nafni þeirra og W-ið hans yfir það nafn, skilur, og það Já. nafni er ennþá virt út af því að, veist, sem er, he's being smart about it, sko, Já. ég veit ekki hvort að fólk tala ná mikið um það, sko. Já. Ég held að Tommy Fury sé að fara að knocka out í einu rondi en Jake Paul með vinnuna bara það. Hann kemur tilbaka. Já, minnur, hann er að fara Já, að knock stendur him upp down, síðan. já, hann stendur Já. aftur upp, Já, ef, veist, ok. ef Knockout. hann rótar hann, nei, ef það er knockout, þá er, þá hann rota Já, ég sagði knockout. já, Þess með þið sjáu ekki þá er ég að gera svona já ok svona kanineri svona. algjörlega það er alveg áhugert að það geti gert sko Já, ég held að En, þú veist, er þið á Jake Paul vagninu með það, sko, þú veist, út í að nú þekki ég hann er ógeðslega ómerkilegur sko. Ég þekki nokkra gauðra sko, sem veist, vita eiga reynsla á honum og þekki eitthvað til hans hann í LA og þú veist, umtalið í kringum hann er fucking shitty sko, að Já. tala um eins og maður sé siðblindur AF sko. já Og ég bara svona, ég treysti því fólki sko, þetta er ekki bara eitthvað chatter Þetta er, on the internet, þetta er bókstaflega fólk sem bara þekki fólk sem þekkir hann, skilur Aha. En hann er líka, þú veist, to be fair, hann er, þú veist, eitt stærsti influencerinn í heiminum Já. og bara hann í LA og þú veist, hver veit hvað er satt og hvað er rétt, sko. Já, satt, en ef ég svona, ræmmáli, og þá geng ég út frá mín eigin tilfinningu og ef ég Já. hef hort á content hans yfir árin, þá er maður svona, þú veist, hann er ekki allur aðna, sko. Nei, alls ekki. Ég gæti alveg, ímyndum mér hann sé alveg frekar siðblítur náungi, sko. Alveg 100% þarf að vera til að geta komið svona langt í þessum. Frekar hlutverkum, sko. sosiopata legur, sko. Já, ná. þeir eru bræður, hann og Logan. Já, ég held að Logan sé aðeins meira empathetic gæi, sko, en Já. hann er samt líka Nei, alveg... hann er bara meira for the people. Þetta er bara nákvæmlega sama shiti finnst mér nema að þeir fóru bara sikkura leið in the business sko. Já. satt. Jake ákvað bara að fara á mótul fólki sem segir eitthvað við hann Já. en Logan Paul segir bara nákvæmlega sem fólki vill hann segir. Já, og því hann er alltaf svo traumatized eftir að hann var cancelaður fyrir að taka upp Já. döða manneski í skóginum, sko, þannig að núna, þetta er svo líka fyndið, þú veist, hvernig hann er í podcastinu, veist, hann er, þú veist, það sé svo mikið hvernig hann er við George stundum, ég horf stundum á þætti hjá þeim, hann er svo fucking leiðileg við hann, skilu, þegar hann ber enga vinningu fyrir honum, og svo þegar áhörendurinn hann skamma Logan Paul fyrir að vera hann, þá er hann bara sorry George, það er ekkert eitthvað, George er eitthvað að tala við hann bara hey bro, þú komst illa fram mig, þú veist, það er ef audience er Já. eini foreldri til Logan Paul, hann leifir einhvern öðrum að segja sér til, þú veist, hann Nei. tekur ekki mark á neinum öðrum, skilju. Já. Mér leiði svona eins og svo George í lélegt. þessu podcasti. Þetta var lélegt treyt, skilju. Eða þú veist, ímyndar ég væri alltaf að vera ömuluð við Arnar eða þið, skilju, og þið væri ekkert að segja neitt, eða þegar þið sögðu eitthvað, væri ég bara að þegju, skilju, eða þú veist, væri ekkert að taka mark á Já. því. Svo þegar loksins áhörendun er að segja eitthvað, þá er ég bara, já, ok, sorry, strákar, ég greinilega var. Þú veist, bara til að halda þeim á góðum stað, skilju. Já. Það er svo fucking twisted, sko. Þetta er það. Það sýnir svo lélan karakter út í að þú ert augljóslega ekki að koma frá empathetic stað, þú ert að koma frá stað sem þú ert að reyna að geðjast þínu audiensi Já. sem í rauninni er, þú veist, það sem þú þarft til að halda þínu shipi gangandi, sko. Einmitt. Vist það glata, sko. Það er það. Það er umlegt. Við þurfum eiginlega að pulla upp eitt vídeo sem ég þarf að sýna ykkur af Logan Paul, þetta er svona animated dot, sko, ég veit ekki hvort þú múið að sjá þetta,
en hérna, það var maður sé að logo bara animation, ég ætla bara að sýna ykkur núna og ég svo spilaði þetta á skjánum, þetta fucking brilliant, sko. Hey, what's that up there? Yeah. Bet you never been this close to a celebrity before, huh? You want to take a selfie or... Don't focus down there. Here, look back up here. Here, have a prime. Yeah, go ahead and drink that. Yeah, it's smooth, isn't it? That's smooth. Oh. Oops, sorry. I thought you might have been dying or passing away there. No, it's okay. There we go. There it is. Huh. Not much in here. That's okay. I'll tell you what, though. That's a great shirt. Oh, yeah, it feels nice. Yeah, let me just get that off here real quick. Let me just get that off. There you go. Oh, man. Your body's disgusting. Oh, you gotta work on that. I mean, here, check this out. Check this out. No, it's okay. Go ahead. You can look. I know, it's pretty remarkable. I know it look good. Look at that. You want to touch it? And I better get those shoes from you, too. Here. You'll stop squirming. Stop squirming. Here. Mike! Mike, come help with this! Yeah. Man, Logan's been working on so much crazy stuff this year. He's a total workhorse. Right, Logan? Sure. Yeah, sure. Just here. Let's get those panties off. Here, get on your back! Yeah. He's trustworthy, too. He's trustworthy. He's the best. He's the best. I love him. I am trustworthy, aren't I, boy? You are. Can I get paid now? I already paid you, remember? This stuff is for Daddy, okay? Now, I know you might be mad. Listen, I hear you. I am just as upset as you are. That's why I have a video to show you. Here, let me find it real quickly. It's like, here, this usually tends to calm people down a bit. Oops, not that one. That's for another thing. Let me see. Nah, not that one. No, not that one either. Well, you know, I'll find something for you to chew on soon enough. But, you know, I don't know. Just give it a week. Give it a month. I don't know. You'll forget all about this, and we'll be even Stevens. All right, buddy? Thanks again. Mike, come on! Wow, þetta er fucking gott, sko. Þetta er fucking brilliant, sko. Já. Mér finnst, sko, og þetta kom eiginlega, ég held að þetta kom eiginlega á sama tíma og Crypto-skemmið var í gangi. Já, og þú veist, þetta er náttúrulega algjör þvílíkt að vera að gera grín á honum og Mike og bara öllu, skilja, en þetta er samt líka að vera alveg, þú veist, hitting home, sko, hvernig hann er eiginlega treating his audience, sko, sem er svolítið að endurspegla hvernig karakterinn hans er, skilju. Já. Eða svona allan að lítur út fyrir að vera, sko. Já, og Mike einhver svona skrýðandi naðra skilur við hliðin á honum. Það er svo gott, sko, þetta er svo leiðilegt, þú veist, þegar þetta Crypto-skemm dót var, ég nefnilega var í dýrka Logan Paul, minnst hann búin að gera magna hluti, hann er alveg ótrúlegur entertainer, sko, og það er það sem hann er góður í. En bara eftir þetta Crypto-skemm kom út, þá var ég alveg bara, Já. það er alveg bara, ég er ekki búin að horfa á þátt podcast síðan, ég officially datt af Logan Paul vagninum. Þú veist líka svolítið að fylgjast með Logan Paul, ekki? Jú. Þú veist, mér finnst hann, þú veist. Ég var að hlusta á það fyrir eiginlega skemmið og ég er ekki búin að hlusta lengi. Já, hann er búin að missa mig. Já, hann er fake bitch. Það er það, sko. Svolítið leiðilegt að segja frá He's a því, fake bitch. Og svolítið magna að sjá, skilur, þú veist, núna því ég sé bara Prime, það er ég bara eitthvað, þú veist. Já, mér finnst Ofan ákveðin að bræðast, skilur. Svo Greg KSI, ég þurfa að vera með hann í þessu. Já, ég horfði á það líka út, ég minnst KSI, hann lúkar fyrir solid AF, hann og Sidemen, sko, allir wholesome as fuck. Ég hafði séð hann að hann var að gera heimildamynd núna. Nei, ég horfði ekki á hana. Amazon Prime, já, Er góð? ömurleg. Urmuleg. Allt og mikið rung, sko. Í alvörunni. Já. Var þetta bara eitthvað emotional, jerk off? Já, eiginlega. En samt bara töff að geta gert svona, sko, en whack. Damn. Já. XBS. Já, þetta er svolítið fyndið Mér finnst alltaf að fyndi þegar influencer breytast í rappara, eða þannig. Já, hann er klálega ekki upp successful tónlistamæður og hann er YouTube creator, sko. Alls ekki, en samt er hann skilur á bara stærstu sviðum í London sem hann gæti verið að selja allt upp og það er meiri stemming þegar hann kemur heldur en einhver stóri artistar. Satt, en það er út af því að, og þetta er líka kannski góður punktur að koma inn á, það er út af því að hann er multi-platform creator. Já. Og málið er, og ætlar að vera stærstur í heiminum, þetta er málið, í Indlandi, þá eru stærstu stjörnar söngvarar, leikarar, youtuberar, dansarar, og, þú veist, fucking listamenn, eða whatever, þeir eru Er ekki hérna líka bara það? Hæ? Er ekki hérna líka?
Já, nei, veist, í rauninni eina hérna basically Gils og Steindi og Eyddi. Kannski leikari og söngvari, það er Já. kannski algengt hérna. En þú veist, eins og já, en pælt samt í því, ef þú ert að búið content á svona multiple platforms, þá ert þú að ná til svo margra, þegar tónlistöður sumum, YouTube-öður sumum og svo framvegis. Já. Og þú veist, þess vegna hugsa ég bara, tónlistin hans er klálega ekki jafn góð, en út af því að hvað hann er búinn að gera á hinum platformum, þá er tónlistin hans betur metin. Skilur hvað ég meina? 100% sko, þetta er mjög easy magnað, way. sko. Hann er með cultural weight í öllu sem hann gerir. Hann er það, sko. Og það er alveg, þetta er alveg þannig sér smá sniðugt og þú getur fengið líka, getur mókað inn og þetta er alveg svona, ég held að sé svona the dream job að vera á sviði að skemmta fólki. 100%, sko. Ég held að vera að gigga fyrir framann 1000 mann, sko. Það er fátt annað sem er meira gefandi, held ég, sko. Já, ég sammála, þú veist, ég er líka bara, þegar ég er að DJ-a með sér að bjössa og ég er bara að playtaka, sko. Já. Ég fæ samt bara, ég fæ oft gæsóð, bara Já. þetta er svo fucking gaman, en Þetta það er er líka, já, kannski þetta ég með þeim, skilur homies, eitthvað, og Þeir líka fucking senda á sviðinu, sko. Já. Þeir eru með einn betra stage presences sem að mínum að þeir ég eru sé, langt besti, sko. Ég veit að ég er bæjast hérna, en ég er að segja Nei, þú veist, ég er bara vinur þín, sko, ég þekki það ekki neitt, sko, en þú veist, ég hef alveg séð nokkra rappara sem kom upp og bara þeirra energy er bara, ég er alltaf cool til að vera hérna, að meðan Sera Bjössi, þeir koma þarna og þeir bara fucking, þeir eru hérna til að fucking rífa því í gang Já. og ég sé það og ég bara, svona á þetta að vera. En svo eru hinn í görunni bara allir eitthvað low energy, eitthvað svona hérna Og töffarar. Já, eiginlega bara þetta er eiginlega lítið gig fyrir mig en ég ætla samt að gera það sem ég þarf að gera eða þú sko ég meina, Já. að meðan Sera Bjössi hver einustu gigi sem ég fara á eða eru með það er alltaf bara fucking, þeir koma út bara blasting energy og eru bara, þeir byrja alltaf á einhverju sterku lagi, sko. Já. Við tókum líka, sko, MR, nei, þetta var Kvenno eða MR, ég man ekki hvort það var, Já. bara hátíð, það er mospit, skilur, þetta er bara svona, Já, það er og þú huge. getur tekið hvað sem er, við erum oft, við erum búin að taka eitthvað svona Arionbanka-gig, Já. bara einhverjir 40 ára, 15 manns eða eitthvað og það er samt alltaf stemming og þetta er bara hvernig þeir eru að performa. Já, og bankagæðin er alltaf fucking kókain, þannig að Já, fucking stemning. Sjátt á þetta Sera Bjössa fyrir að vera real performers, sko, það er Já. bara hannig, sko. Það er Bringing the energy, sko. 100%. En líka þeir eru líka kannski til að vera fair gagvart hinn og artistunum, þeir eru líka með lögin til að baka upp, skilur. 100%. Þú getur ekki verið eitthvað, þú veist, með eitthvað svona low-key lag, bara já, gemur, veist, eins og mér finnst oft sum gig vera, þegar sumir rapparar er eitthvað svona reyna að láta lögin vera eitthvað svona já, og mosh pit, en í rauninni er þetta bara ekki þannig lag, en þeir eru svona að setja kannski aðeins meira upp í trommur undir lagið, þannig að breyta fyrir svið til að búa til meiri stemningu, en það er bara gett, sko. en það er bara svo þvingað og kannski vill maður ekki heyra lag, kannski vill maður bara heyra rólag, en Sera Bjössi er náttúrulega bara með bangers, Já. skilju. Sér ekki fyrir eitthvað að vera eitthvað ok, í síðasta moshpit Ég glæðsti. Já, en maður sér það samt oft, skilju, eða þú veist, með svona lög sem bara eigi ekki heima í einhver svona hopp-stemning dæmi, skilju. Rólega kúri ekki allt þetta, það rýmur þess öllu og hún nota að spila þau, sko. Já. Já, Mér finnst það líka miklu betra. Já. út af því að helstu tekistræmi hjá öllu þessu liði eru böll. Já, Eins og í útlöndum, þú Já. ert ekki að hoppa á milli svona mikið að einhverju svona venues og hann er shit, þetta er eiginlega bara allt böll. Já. Það er bara allir peningurinn. já, einmitt. Og þá þarftu bara að stimpla inn í það og það er bara eitthvað fucking remix af öllu. Já. Eða þú ert að syngja rólega lög eins og Bríett, skilur, þá Já. ertu bara að taka. Ég var að hugsa um daginn og þegar, veist, ég fer oft tilbaka þegar ég var að byrja að búti vídeo sem er náttúrulega bara hvað karriérin minn er í dag, skilju. Og þegar ég var alveg bara fyrkt af við tónlist og því mér langar svo mikið að fara út í tónlist og því ég var bara eins og, veist, þú varst að segja, bara þetta leit svo vel út, sko. Þetta var bara, ok, ég get bútið lög og svo gigga, þetta er örugglega geggjað. Síðan núna í dag er ég bara svona að geta ánað með mín ákvörðun út í mér er búið að ganga vel það sem ég er að gera. En ég hugsa oft bara svona, hefði verið gaman, en svo, veist, svo flakkaði ég fram og tilbaka með það, og svo, en samt núna, ég átti bara svona hugsunum daginn, bara fuck, myndi ég eitthvað nenni að vera að mæta á grunnskóla til að tróða upp eitt, skilju, heitir það ekki, að tróða upp eitt, og vera bara einn upp á sviði eitthvað 1, 2, 3, Right. og svo, veist, á grunnskólaböllu eru bara kannski aðal gigið mitt, út því ég bara kannski er það svona medium artisti, skilju, alveg gengur vel, er að fá gig og er að fá borga fyrir það, en er ekkert eitthvað, þú veist hvað ég meina, út því að, veist, að vera artistinn heima er held ég fucking erfitt, sko. Þetta er alveg mikið hark, þannig að þú kennst kannski í framhaldsskólanum og svona, þá ertu farin að græða vel á Já, pening líka. menntaskólaböllin Og er, þú en pældi því saman hvað það er fucking sorglegt, skilju, Já, menntaskólaböllin, þá ert þér að ganga vel, mentaskólaböll, skilju. Já. Líka, þau eru, þar er bara venjulegur artisti minnstalega 200 skall. Það er En eins og, svona eins og Palli, hann er oft einn stundur um dansara, það kostar bara eitthvað. Þú veist, ég tók grunnskólaball, mæti ég, þá er Palli að syngja, svo fer ég beint eftir það ball í gamla bíó, þar er Palli líka að syngja og hann er bara að tengja plugg í síma sinn og ítur á play, sko.
þú veist, Já, maður hann er að rukka 600-700 skall per sjó sko. Já, það er fucking kóngalegt okay, já. Það er fucking mesta king shit Það er top tier dóti, en meira segja það Paldi, hann er að plugga inn síma þetta er artistalífið artistalífið hérna heima þetta er geggja og ég ber ókslega miklu virðingu og ég er aðdáendur ókslega mikið artistum hérna heima en þú veist, staðreyndin er svo að þetta er ókslega svona sorglegur raunveruleiki og þú ert Páll Óskar mögulega eitt flottasti performer artisti í sögu Íslands og þú ert að mæta okkar menntaskólaball og plugga símaðinn skilur þú veist, þetta er the glory skilur harsh, skilju, eða þú veist, the reality of it, skilju. Þetta er bara að vera á Íslandi, sko. Það er ekki nóg mikið af fólki. Mér þykir fyrir því að mér finnst þetta fólk, sérstaklega sumir artist, eiga miklu betra skilið en þetta. 100%. En þú veist, ekki til að shama, þetta er auðvitað frábær líf og frábær vinna. Já, og græðir. Sérstaklega Páll Óskar, skilju, það eru vola fáir, það er vola fáir aðra artistar. Ég held að græðir enginn mikið hann. Já, ég held að sé Birgitta, Páll Óskar og svo Gus, ég held að sé nokkri sem eru svona... Palli er sko, hann er eins og með Birgit og Guskus og svona, þau eru ekki alltaf allstar. Palli er að gigga örugglega 2 á dag. Það er pallaball svona 4 sinni mánuði, sko. Já, það er nefnilega málið. Palli er að mókin. Já, hann er líka requestaður, einmitt. Já, einmitt. Og svo ef þú vilt að dansa auka, þá er auka 200 skall. Þú veist, þú heyrir ekki Aron Kahn ball. Nei. Pallaball er bara fucking iconic shit, sko. Og hann er líka með á klubbar eru með Palla. Já. Pallakvöld. En minnst líka sko, minnst eitt sem ég fíla við Palla er að, þú veist, hann er alltaf bara, ég ger ekki gig nema ég fái þetta og þetta og þetta og það er til þess að gera hans show ógeðslega memorable. Já. Eins og svo margir artistar en heima, þeir bara mæta og eru bara í fucking puffer úlpunni sinni og bara, og svo bara out. Minnst flestir vera með svona fullnæg request, sko. Það er alltaf svona, þú veist, það er allir held ég með sín request upp á sjóu verð sem best. Já. Það, en ef við horfum á... Já, þeir vilja fá, þú veist, einhver hljóðkerfi. Það er allir með saman hljóðkerfi requesti, skilur. Já, en það er samt... Það er í rauninni samt grundvöll. Já, ég segi, en það er samt... Það er ekki með neitt annað. Jú, hann er með dansan og hann er með, þú veist... Konfettið og svo er eitthvað, það er alveg því hann er með meiri kröfur heldur en aðri, sko. Ég veit líka Birgitta Haugdal líka með meiri kröfur, sko. Já, en þetta er ekkert þessu úti, sant, sko. Þú ert ekkert að, ég held að aðalkröfuna séu bara sett með herbergi fyrir aftan og þú ert að fá allt þetta drasl til þín, skiljust. Ég vil bara fá rauðskittilega svo hvað hann er dótt, sko. Já. Fattu þið. En mér langar að bera saman kannski við artista úti, skilju, þú veist, sem er ekki bara allstaðar heiminn, skilju, sem er náttúrulega það sem örgulega artistanir hérna heima vilja koma að stað, skilju, og ná að gera. Og ég hugsa bara svona, þú veist, gigli á Íslandi maður, þú veist, það er fer að segja anticlimactic eða bara svona, það er svo miklu minna glamour, já. Glamourin, það er engin glamour í því sem er kannski bara fínt, þú vilt ekki vera of mikið þess pældi að vera fucking Drake bara í LA skilju, pældi að vera fucking sokka fucking sick nei bro, það er auðvitað fucking ömurlegt, þú bara svormaður að einhverju fucking hóp skilju nei, þetta virkar, jú, eða out and about en málega, þú veist, þegar þú ert í svona top tier hópi skilju, þú veist, þá eignast þú bara þína top tier vinnu og það verður bara en þú veist, wow, hvað þeir eru auðvitað fáir sko já, sko, við getum aldrei sagt til sko, en ég held að þú eignast alveg þína vini sem eru bara með þér og Drake reyndar fucking óþolandi, hann á örugglega enga alveg vini já, getur verið, sko ég held að sé ógeðslega næs að vera bara á litlu Íslandi að killa neitt í staðan fyrir að vera stóri Bandaríkjunum. En þú veist, síðan þarfst að fara að pæla í hvað vinnu þú ætlar að gera þegar þú ert orðinn fertugur, sko. Þú ert ekki að fara að fucking, Ég meina, Bubbi still going strong. Þá verður líka að vera, þú veist. Sko. Já, haldið að Daniel sé að fara að turn up. Við vonum það, sko. At 40. Ég er mikill Daniel Beef fan. Ég líka, sko. Það er ógeðslega litla líkur, eins og með Daniel og svona, þú þarfst að vera að gera bara tónlist eins og kannski og þú þarft líka að vera með reglulega bænja skilur, hann er ekki við jólalög hann er eins og herra er búinn að konforma sig að businessinum sínum, skilur en það vann hann er líka in the money making phase, sko hann er ekki lengur eitthvað, reynir að vera besti rapparinn eða whatever, hann er bara ég ætla að banka hann var þessi velun sem þú varst að taka upp hana, hvað var það? Hvað segirðu? Íslensku, þú varst að taka upp eitthvað velun sem já, hann fekk hérna sérst velun þetta var sérst útsending fyrir Brander sem er svona bara vörumerki á Íslandi og hann fekk sérst velun fyrir best markaðsetti aðilinn á Íslandi að hann hefur markaðsettið sem best sem er bara mjög satt, skilur hann er orðið algjört entity á Íslandi og við allir hvernig er, sko já, einmitt, hann er líka á grunnskólaböllunum, hann er á mennskólaböllunum þú veist, leikskólinn veit hvernig hann er og hann er í bönkunum og líka til að vera fair, sko hann sendar að maður hann er sér að bjössi vibe, sko, hann kemur út og krössar sama hver áhörendun eru því gleymi ekki, ég held að það var alveg mörg ár síðan gleymi ekki því ég sá hann bara þetta var einhverju menntaskóla, ekki balli þetta var bara menntaskóla lunch break eða eitthvað ég held að það voru Vestló eitthvað, ég manna ekki og hann bara going ham varstu bara chill í Vestló eða? Nei, ég sá bara vídeo á þessu okay. Cool. Og hérna og hann bara going ham og það var audiensi var ekki að reakta neitt og ég bara svona
Damn. hann var ekki feysar að því, hún leið að fann örglega fyrir því, en hann samt sem var bara að performa eins og hann væri fyrir framann 1000 manna í Herjólfsdal, sem langaði líka að koma inn á með Herjólfsdalinn að gera. Það er bara stærsta giggi fyrir eiginlega flestu artistana á Íslandi, sem er svona... líka gett unglamorous fucking ömulegt fakt, Það er medium sized bara gig í LA eða eitthvað. Þú líka þarft bara, skilur, eitt banger og þú getur farið upp á það svið. Já, einmitt. Eins og, þú veist, fyrir COVID var Lukkulók að spila, veit ekki hvað það er? Ég kannast við það. Jópi og Króla. Já. Hann gaf út bara einu plötu sem var banger og hann var bara beint upp á stóra sviðið. Þú veist, ég vil það, J6 Anthony, hann var upp á sviðið, skiljiði. Einmitt, já. Þetta er bara svona... Já, það er bara vinsasta lagið það ár og þá ertu komin. Já, bara eitt banger, sko, finnst mér. Sem er líka fucking beautiful, skilur, að það sé hægt. Já, það er svolítið magna, sko. En mér langar að tala einn annan banger, Arnar, við þig, sem er The Lil Curly banger. Já. Unreleased track. Unreleased track, hvenar... Banger, sko. Já, ég er ekkert minnst það geggjalega. Og við skulum droppa því í Close Friends hjá Close Friends. Mér finnst það að vera, þannig að þar geta Close Friends fengið að heyra þetta lagið, sko. Já, þú verður að followa okkur Instagram, þá kemst í pottinn. Þessi listi verður opinn þangað til að þessi umtalaði þáttur sem við ætlum að gefa út kemur út. Einum degi eftir þennan þátt þegar við hlustum núna, þá mun Close Friends loka. Nei, við getum ekki lokað fljótt. Við þurfum að loka bara, þessi þáttur kemur einhvern veginn inn og þá er búið að loka það. Já. Hvenær ætlaði að gefa út? Það kemur í ljós, við ætlum ekki að segja hana. Ég er svo, nefnilega út því að ég man eftir því að ég hlusta á fyrst og ég bara... Það er þáttina lagið? Ég er að tala um lagið. Já, ég veit ekki just. Þetta er svona lag sem að Sýra Bjössi gerði og þeir voru bara eitthvað að grilla í mér. Þetta var þegar Alvar var að útskrifa sem flugmaður eða átti ammali eða eitthvað. Ég held að hann átti ammali, já. Og hann held var ammali sitt og svo voru þeir búin að gera eitthvað surprise lag sem að spiluðu hann og mér var svona alltaf geggjað. Þetta er eitthvað svona Lil Curly að gera grín af mér. En samt, þetta var alveg grín en samt líka pepp, skiljið. Já, þetta er geggjað bara, þetta er bara svona típist Sýra Bjössa lag. Já, þetta er nefnilega gott Sýra Bjössa lag. Þetta er fyndið lag og þetta er hæp og gera grín af mér. Já. Sem er bara quality, sko. Ef við ekki bara spila þetta núna? Ég held að, sko, þetta sé ekkert að fara að koma neitt, sko, en þetta verður góður gullmóli einhvern veginn. Nei, ég segi gullmóli núna bara. Ok. Getur við gert það? Gefum nokkra sekundur. Er það sjens, eða? Droppa þess á mig, ekstar. Er það hægt, eða? Við eigum enni. Ég nenni ekki að henda þessu fyrst út þennan podcasti og voru búin að eyðileggja það. Fair enough. Já, alltaf. Fair and square. Vá, hann er að neita áhorfendur og hlustendur þetta, guys. En þið fáið að heyra þetta einhvern veginn sumar. Það kemur Disco Curly plata. Summer banger. Huge. Mér langar að vera upp á stórsvið næsta. Huge, já. Þá fær ég að gefa út. Ég held að það sé komið tíma fyrir Curly til að fara það að vera DJ yfir að vera artist, sko. Ég held að... Ætlar að komast upp á stórsviði núna? Já, en svo segir ég líka, skiljust, transitionið from being a TikToker sérstaklega, ég er ekki sem YouTuber, sko, to an artist, erfitt, en alveg doable ef ég bara DJ, skiljust, ef ég bara svona þetta skifum, sko. Já, en ég finna að þú veist... Sjaldan, ég er svo fucking taktlaus að ég held að mér langi ekki eins og gera neinu það að vera eitthvað með mæk. Það er þú taktlaus, eða? Er ég taktlaus? Þannig að má segja að verði ekki alveg með því. Herðu, by the way, þið varst að gigga hana þegar Tucker var í bænum, það var eitthvað lag hana sem var svo... Please don't trust me. Nei, ekki það. Þetta var hana með Shrem-görunum. Ray Shremmerd, já. Já, remixið. I got no type. Já, hvað... Djúðlega gott remix. Nei, ég er ekki tjókið, ekki djúðlega gott remix. Besta remix ég heirt. Gaur, ég veit það. Ég er ekki tjókið, ég var í alveg bara this shit is slapping harder than anything I've heard in years. Hvað heitir remixið? Nei, ég ætla ekki að segja það, sko. Jú, segja það. Nei, þetta er bara, ég ætla ekki að fara að gefa út hérna. Þetta, ég var í sjokki. Ég var bara 5 ára DJ og ég hitt á svona... Skrifaðu svo við getum spilað í spánsniðið. Ég hitt á svona 1 gott remix á hverju ári, sko. Ég er ekki reynst, ég á ekki mörg svona góð. Nei, þetta, ég var alveg bara í sjokki. Ég var bara, Arnar, ég var svo ánægð með því að oftast finnst mér að vera svona, með svona go-to playlista sem er svona... Gaur, ég er alltaf sem ég með playlist gangi, nema... Það er alltaf Euphoria, skilur, og svo er... Because every time we touch... Svo er þarna... Ég er Aquaman. Svo 2-3 lög og það er bara settið. Það sem er svo ánægður, þú varst með eitthvað fresh og því ég var bara, oh shit, this fucking slaps, sko. Ég er ekki með henni, þetta er eitthvað sem maður finnur ekki svona rýmið sem maður bara á SoundCloud einhvers þar djúpt. Er það á SoundCloud, ok, þú getur auðvitað að finna bara á SoundCloud, sko. Nei. Er það alveg vel fallið, það? Jú, þetta er hérna, ég með þetta hérna. Nice. Þú verður að setja í tækið, sko. Maður svo hvað það heitir. I ain't got no type. Já, ekki bara enda þetta á þessu, þegar enda þáttinn og lobbið út af þessu. Hvað, erum við á? Nei, við höfum alveg tíma, við höfum tíma til viðbót. Ok. Hérna... Þú enda þessu lagi í gangi staðinn. Ég til ég að vera gaman að heyra lagið, sko. Ég held að það vera gaman fyrir áhörnendur og hlustendur.
alveg erfitt þegar þau eru bara að hlusta á þetta á mánudagsmorgni í leiðinu vinnuna sko. Þetta er ekki að fara að slap as hard og þegar þú varst fullur á djamminu sko. Tilbúin Já, þetta er bara svona að byrja sko. Þetta byrja. Hækka vil ég þessu sko. Þetta er bila, sko. Ég elska að þetta sé búin að breyta í listening party hérna. Þetta er bara klassist hérna. Frekar eins og bara vennilega. Svo kynna þetta. Cups with the ice and we do this every night. Þetta slappa, sko. Þetta er fucking dirty beat, sko. Heyri, hlustu hérna. Þið heyri svona, það er svona komið svona háa nótur, eitthvað svona alveg svona techno shit, sko. Maður þarf að semja að kötta það út, ég kötta alltaf bara út svona háu tónuna. Og það annars Íslendingar, þeir eru ekki svona techno-hausar, þeir eru bara fókar mér og hlusta. Þeir vilja bara bassa, fara fucking dirty kicks og bassa, sko. Já, bara eitthvað nice, ekki svona þetta lag fyrir way too hard, sko. Já, þetta er eiginlega svolítið Þú veist, einhverja stelpur sem er búin með 3 manga tango er ekkert eitthvað turning up to that, sko. Já, mér er samt eiginlega drullu saman þau, sko. Já, en ekki mér þegar ég er að þeita skífum, sko, þá þarf ég að halda þeim góðum, sko. Já, satt. Það er svo leiðilegt að þurfa, það er örugglega sorglega við að vera DJ, þarna, þú tengir örugglega við það, en þú veist, hérna, að þurfa að plæja sig gagnvart hlustandanum sem er inni og þeirra smekkur er kannski bara ömurlegur. Meðan þetta lag kemur mann í gýrun og er bara sexy, þetta er náttúrulega allt subjektiv, skilur. Þetta er alltaf sömu lögin sem virka, eins og þú nefndir á hann. Sem er sorglegt. Ég er að taka 4,5 gig þegar ég finnir í bæ, 12 til hálf 5. Og þú veist, þetta er bara, ég spila bara alltaf, þetta er bara svona, þetta eru svona sömu 40 lögin sem er alltaf banger, eins og ég nefnir bara 'Cause you're hot and you're cold, you fall, og þú veist, somebody call 911. Og Arnar aftan sé búin að spila þetta í fyrst skipti. Ég er orðinn þunglindur. Má ég heyri ykkur Reykjavík? Fólk er bara að spyrja mig eftir lægi núna á jamminu. Ég er svona alveg búin að gleyma mér að ég þarf að vera líka Já, þú ert orðinn bara eitthvað svona eins og ég sjáðu Dóri Júlíu, hún er alltaf dansandi. Já, she brings the energy, man. Já, nú er ég bara skemmt ykkur, sko. Já, Dóra er ein mest consistent DJ bara á Íslandi, sko. Hún er held ég Páll Óskar DJ-ana, sko. Já, hún er það eiginlega, sko. Ég held hún sé að taka mest inn af öllum DJ-um á landinu. Nei, Víkingur var að tala um það. Hann sagði að hún var eina gælan sem alveg lifði á þessu, skilju. Þú veist, þetta eru aukatekjur þér, þetta er ekki aðaltekjunu þína, skilju. Já. Hún er eina gælan sem er að bókstala að lifa á þessu. Hún er svona að gera fullt af öðrum hlutum líka, sko. Já, einmitt. En já. Hún er að græða mjög vel á þessu. Söguganga, hún sé með cirka 2 milljónir. Söguganga sem DJ? Já. Það er alveg valid, sko. Já, kemur ekkert orð. Yes, sir, það er góð tekjur, það er ekki slæmt að vera DJ og 2 millur. Já, en annars er frekar erfitt að vera DJ. Þú veist, eins og Play ætlaði að bóka mig eitthvað gig, flugfélag. Og þú veist, ég ætla ekki að gefa upp reytið mitt hérna, en þú veist, þeir vildu bóka mig í 5 klukktíma gig. Já. Maður fucking langt maður. Og þú veist, ég var búinn að vera eitthvað svona í samtali við eitthvað samstæðdót og þannig ég ætlaði bara að gefa deal. Og sagði bara, ég skal taka þetta fyrir og þau voru bara það var bara allt og mikið, einhver möguleik getur gert þetta fyrir, ég man ekki hvort það var eitthvað 60 skall eða eitthvað svona, ég bara svona, vil ég sem er 12 og 5 á tíman, þannig að þú veist, þetta er ekki eins og að fara að borga upp eða einhver óvart sullar á græðina mína sem er 100% að gerast, sko. Í 5 tíma, úr basically bara background music guy. Ég veit það, og það var líka ásatíðin þeirra, ég bara svona. Var það ásatíðin þeirra? Já, og svo er grunnskóli að borga Páll Óskari 700 skall fyrir að mæta, en Play fucking getur ekki borgað mér. Já, þetta er náttúrulega málið, sko. Páll Óskar, þú veist, fólk einhvern veginn svona ber virðingu fyrir því, skilju, og það er kannski ekki sama virðingi sem fer fyrir Lil Kölli. En býtur strákar. Þú veist, að vera DJ, þú veist, er þetta ekki bara, þú veist, setja á Spotify Top 50 og bara shuffle, það er ekki flókið, satt. En ég meina, bóka þá eina frenda maður, ekki vera eitthvað að á mig 90%. Kölli, skilju. Já, ég fæ alveg svona kvíða að hugsa að DJ, sko. Já, player. Borgið almennilega fyrir Lil Kölli haha DJ. Þeir borgið ekki neinum. Þeir endar voru í hvað? 6 miljardar tappi í árið. Töpuð 500 krónum á... Það ásætingunni eða? Það var eitthvað bila tap, sko. Það er rétt, þú ert að segja rétt að tölu, sko. Það?
töpuðu Ha, ég held 5.000 krónum per kúna. What? Ég held að þeim var að ganga svo vel, sko. Þeir, sko, stonks, eða að fara í hlutabröðina, þau eru sko all time low. Shit. En það er þetta nýkomin út en þeir eru bara búin að lækka það að koma út. Já. Flugfélag í Íslandi virka ekkert. Icelandair er allt ríkisir ekki annars sko. Já, Það eru einu sem einmitt. ganga. Já, algjörlega. Wow, já, damn. Playera skýtur upp á bak sko. Jesus Christ, maður. Þetta er tough crowd sko. Þetta er tough crowd. Íslensku launin og svo keppast við eitthvað Já, í flugfélagin sko. Það er erfitt. Já, því hinn flugfélögin eru bara að gera þetta á bara 0 og nix og borga fólkinu sinni ekki neitt. Meira þess að þau þarf að kaupa bensínin heima og svona sko. Sem er líka dýrar heldur. Já, og líka lítið til á núna. Já, einmitt. Og þú veist, eins og ég veit þessu Icelandair, þau kaupa 7up, þau kaupa ekki sinni heima sko. Þau kaupa úti. Já, Player. Nei, eins og Icelandair og svona. Já, þau kaupa vöruna sinni úti. Já. Já, áhvert. Það er líka, ég var að segja, KitKati á Icelandair, brast ekki jafn vel og KitKatin heima, sko. Það er rétt. Það er rétt, sko. Það er skrítið bara. Hæ? Þetta er allt frá Bandaríkjunum held ég. Það? Þú veist, líka bara allt gósið, þetta er allt flugvélabragð. Nei, ég held að Pepsi sé alveg svipað, sko. Það er íslenskt, sko. Er kók ekki miksað hérna heima? Gauður, þið sjá líka dósina, þetta eru litla dósir af flugvélunum, sko. Það er stóra dósir núna í búðum, ekki? Er Pepsi ekki stóra dós? Nei, það eru litlum. Svona síðri, mjórri. Nei. Jú, á Íslandi. Þetta er ekki lítil feit. Já, það sem ég segja. Já, ég mitt, já, meina. Þetta er allt útlenskt, kallar mig. Ég veit ekki það, ok, KitKat er framleitt út eða ekki? Þannig að Jú, þetta en ég held að KitKat sé samt same shit, sko. Þetta er bara, þú veist, annað shitið með vatninu en heima. Finnst Hver heldur sé bara þú? Já, virkilega. Þetta er mindset, sko. Já. Herri, bring back wow er, sko. Áður en við klárum, þá erum við, ég og þú Arnar, erum bara að fara út til Columbus, Ohio í verkefni með Hafþór the Mountain Björnsson. Hvað erum við að fara að gera? Ég veit ekki. Jú, það er Arnold Classic. Við erum að fara á Arnold Strongman Classic. Er hann að keppa eða? Nei. Bara svona að promóta eitthvað? Já, hann ætla bara að mæta á svæðið, skilur, og minna á að hann sé top G, sko. Þið verða að hitta mannin sjálfan, sko. Hvern? Já, ég held við munum gera, sko. Schwarzenegger. Ég held að Haffi mætir hann, það verður örgulega handshake hjá Haffa og Arnold, sko. Það verður gaman að vera hann, sko. Það verður gaman að sjá Arnoldin in the flesh, sko. Hann er náttúrulega mest, þú veist, Haffi er iconic individual bara í heiminum, skilju, fyrir það sem hann er búin að afreka, skilju. En fucking Arnold Schwarzenegger er the iconic of the iconic, sko. Þú verður ekki meira iconic heldur en Arnold, held ég, sko. Þú veist, hann var það iconic að hann var fucking Fawcett í Kaliforníu, skilju. Vissir það ekki? Hann var fylkistjóri í Kaliforníu. Huge. Oh my god, ég vissir þetta ekki. Þetta er bara einn flottasti gaur bara ever. Hann bara var það mikið stjarna að hann bara gætt gert whatever the fuck, skilju. En málið er, sko, ástæðan fyrir hann er svo mikil stjarna, hann er ömurlegur leikari, bara hræðilegur leikari, en hann er með the charisma á við, sko, besta leikari í heim, skilju. Hann er he looks the part. Hann er með röddina, sko. Hann er það. He had that star element, sko. Já, hann er klár, hann er skemmtilegur. Náðu að taka röddina. Hvað er með það, Davíð bestur í eftirhæfnum. Já. Come on, get down now! After, you're the mountain, yeah? Er ég að náðu þessu? Svona 70%. Já, svona gott með að við vorum putting you on the spot, sko. Þetta lifir alveg feitt, held ég, sko. Get down! Wrap it up. Já, Við þarfum að fara. Já, en já, við erum að fara að skjóta content og TikTok og YouTube-vídeó fyrir Haffa. OnlyFans. The Mountain Breaking Alex. 2 guys and 1 mountain. Já, það er svo gaman. Þetta var í sambandi, sko. Hæ? Þú er búin að vera mjútaðar all tíma, sko. Ok, nice, skil. Já, við erum að fara að búti content hana fyrir hann. Ándjóks, það er svo geggjað að þú sért að koma með þessum svona teimi hans að núti. Það er, ándjóks, það er svo skemmtilegt, sko. Ég er bara svona... Það er veistlega. Svona verkefni... Ég hef aldrei lítið spennt fyrir að fara til útlanda og fara til Ohio, sko. Nei, Ohio er náttúrulega bara umhverfst staðar í heiminum, sko. Samt er alltaf að gerast það, sko. Já, satt. Ég er mjög spenntur, ég er bara spenntur hvað ég og þú eftir að geta gert við eitthvað frítíma, skiljið þarna. Hvað er Ohio að fara að bjóða upp á? Erum ekki bara að fara í dinner með Arnold og... Veitu hver býr, hann er frá Ohio? Ég vona Arnold bjóði Haffa í dinner, sko, og við fáum fljóða með, sko. Það er legendary, sko. Lit, sko. En Jake Paul og Logan Paul eru frá Ohio. Þeir eru það. Já. Nei, þeir eru ekki frá Cleveland? Nei, þeir eru Cleveland er í Ohio. Já, nei, í Columbus. Nei, Ohio er stateið, ekki? Columbus er borgin, Cleveland er borgin í... Jamie er fokkin heimskir. Takk fyrir að horfa. Nei. Columbus, Ohio. Columbus er... Nei, svona valdinn, áttan. Ohio, Cleveland er borgin í Ohio. Já, en hvað er Columbus borgin þá líka í Ohio? Já. Strákast, þú hefur spilað eitthvað leik.
Nei, nei, Við vorum að tapa attention spann hans Arnar sem Já. Já, sorry, Arnar Andríós. Já, herðu, wow, 8:03. Ok, já. Takk hérlega fyrir að hlusta, guys. Arnar Andríós á handboltæfingu. Þannig að við ætlum að wrap it up. Takk fyrir að hlusta, takk fyrir að horfa. Endilega, þú veist, subscribe-ið. Og ef ekki um Instagram, farið follow þar. Já, farið á Spotify, followið og Follow okkur á TikTok, follow okkur á Instagram og endilega sendið okkur skilaboð. Okkur þykir svo ógeðslega vænt að við erum búin að fá nokkuð skilaboð hérna við strákarnir hvað þér að fíla þáttinn. Endilega ekki vera hræddu að senda okkur meira. Þetta heldur okkur gangandi meðan við erum ekki búin að halin einum tekjum af þessu yet. Nákvæmlega, og ekki hika við að hitta á okkur á götunni og bara segja okkur hvað ykkur finnst Við erum alltaf til að spjalla við ykkur. Það er æðislegt. Bara eitthvað finnst það góður samt. Bara hann er góður. Ekki, please, ekki konfronta með þetta raunverulegt. Grazie amigo. Grazie.